ég að gera eitthvað vitleysu núna, Kristján? Það spurning hvort að einhver vill ræða tillöguna fyrst. Herru, ég ætla nú ekki að hafa ykkur orðið. Einhver sem vill tjá sig þetta mál? Það ekki. Þá ætlum við að taka þetta aftur. Já, með vísan afsakið mig hvað ég eitthvað út og suður í þessu. Við ætlum sem sagt að óska eftir því að þið gefum merki ef þið getið samþykkt að veita leyfi fyrir framkvæmdinni, en við framkvæmdina skal tryggja að ekki sé gróðursett nær skráðum fornminjum en 15 metrar. Þeir sem eru samþykkir því að gefa þessu, brautargengi, gefur merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að reyna að klóra mig gegnum næsta mál. Og það hérna númer 8 í röðinni, það mál númer 19-01-0024, skógrækt á jörðinu Hóli. Einhver sem vill eitthvað að tala þessa umsókn? Kristján, gjörðu svo vel. Já, oddviti og fundamenn. Þessi umsókn raunverulega, þetta mál alveg sambarilegt við málið sem var til afgreiðslu núna á undan. Eini munurinn sá að í þessu máli, þar sem frá Hóli, þá lá fyrir erindi frá landeiganda og þess vegna var málið tekið fyrir í umhverfis- og skipulagsnefnd. Það var ekki Stóra Langadal en hins vegar var út frá afgreiðslunni í 7. lið að þá ber að taka þetta strax fyrir og en málin algjörlega sambærileg þannig að það liggur þá raunverulega fyrir að afgreiða þetta á svipaðan hátt. Takk fyrir þetta, Kristján. Þá einhver fleiri sem vilja taka til máls? Það ekki. Þá ætlum við bara að taka umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt á jörðinni til Hóli á Hóli. Þeir sem samþykkja það að veita þetta framkvæmdaleyfi gefur merki. Það kannski eitt hérna, Ragnheiður, þú þurftir að lesa tillöguna upp þar líka. Já, sorry. Þannig áður menn greiða þetta. Já. Með vísan í úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli nr. 23/2020 samþykki sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi vegna skógræktar á Hóli að undangenginni grenndarkynningu. Við framkvæmdina skal tryggja að ekki sé gróðursett nær skráðum fornminjum en 15 metrar. Þeir sem geta samþykkt gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá köllum við bara á hann Eyjólf. Eyjólfur. Svo stilla hérna skjáin hjá mér. Þá næst dagskrárliður 10 á dagskrá. Það Hróðnýjarstaði, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Mál nr. 20.03.042. En í fylgiskjali þá bókun frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það liggur hér fyrir erindi frá Stormorku. Viltu fara yfir, Kristján, ertu með
skjalið opið og geta farið yfir þetta erindi svona í stuttu máli. Já, þetta og góði fundamenn. Semst að þetta erindi sem barst 27. október og var tekið fyrir á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Þar kom fram 3 spurningar frá Stormorku. Þeir spurðu sem sagt hver var í málsmeðferðinni við viðauka á landsskipulagsstefnu, hvenær mætti ætla að þar yrði löggilt plagg að ræða og 3. spurning hvort að sveitarstjórn ætlaði að breyta skipulagsáætlunum sínum í samræmi við plagg áður en að það væri orðið lögformlegt. Og til þess að fá úr þessu skori þá hafði sveitarfélagið náttúrulega engin svör við fyrstu 2 spurningunum og það var sent erindi til skipulagsstofnunar vegna þess og í því kemur fram og ég var hérna kemur fram að sem sagt það bara útskýrt og þetta fylgdi í gagn með fundinum að það bara lýst ferlinu og það sem að segir að það sé stefnt að því að auglýsa þessa tillögu núna í nóvember 2020, ég nefna upphaflega var okkur sagt að þetta ætti að koma í september og síðan tæki við 8 mánaða kynningartími og síðan tekur skipulagsstofnun þetta til afgreiðslu og loks tekur ráðherra tillögur skipulagsstofnunar og gengur þá tillögu til þingsályktunar sem að síðan fer það sjálfsögðu fyrir Alþingi. Þetta sem sagt þá ferlið sem að verið að spyrja fyrir sem sagt þetta lögformlega ferli að bæði sem sagt þessi tími og síðan auðvitað þessi viðauki við landsskipulagsstefnu ekki orðinn sem sagt endanlegur og lögformlegur fyrir en búið að samþykkja þingsályktunartillögu. Þannig að þetta getur auðvitað orðið afar langur ferill. Hins vegar sem svar við 3. spurningunni að þá henni í sjálfu sér svarað í samþykktum sveitarstjórnar vegna þess að á fundi sínum 15. október þá samþykkti sveitarstjórn að fara að beiðni skipulagsstofnunar sem að sneri að því að bíða með að auglýsa aðalskipulagstillögu þar til viðauki að skipulagsstefnu lægi fyrir til kynningar. Þannig að sveitarstjórn hefur bara samþykkt að bíða eftir að þetta yrði lagt fram til kynningar sem akkúrat það sem skipulagsstofnun fór fram á en sveitarstjórn hefur allavega ekki samþykkt ennþá að hún ætli að bíða þar til þingsályktunar til að verði samþykkt með það að auglýsa aðalskipulagsbreytingu. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Einhverju fleiri sem vilja ræða þetta? Mér langar svona aðeins að bæta við það sem Kristján fór yfir á fundi
sem stjórn SSVF stóð fyrir daginn með þarna stjórn og framkvæmdastjórum sveitarfélaganna á Vesturlandi með þingmönnum í Norðvesturkjördæmi. Þá tók ég þetta mál upp þar við þingmenn og benti þeim á það að við værum að bíða eftir þessu. Og náttúrulega eins og Kristján benti á þarna í fyrsta svari á Skipulagsstofnun og talaði að þessi viðauki kemi í september og síðan fyrir mánaðamótin október-nóvember og núna það í nóvember og einhvern tímann var talað að það yrði í tengslum við skipulags- og umhverfismatsdaginn sem er á morgun. En allavega þegar ég opnaði heimasíðu Skipulagsstofnunar fyrir í dag þá var ekkert komið þar inn. En eins og sveitarstjórn hefur náttúrulega gert, þá erum við búin að fara að beiðni Skipulagsstofnun að bíða með auglýsingu skipulagstillögunnar og Skipulagsstofnun er stjórnvald og samkvæmt skipulagslögum að þá er það Skipulagsstofnun sem auglýsir endanlega aðalskipulagstillögu þó svo að við auglýsum þessa skipulagstillögu núna inn í umsagnarferli. Þannig að við þurfum bara að fara eftir í raun og veru þessari stjórnsýslu sem þarf að fara eftir. En hins vegar í umræðum á þessum fundi með þingmönnum daginn þá svona þegar maður tók mið af þingmönnum að þá voru þeir engan veginn svona klárir á því þeir töldu að pólitíkin ætti að sjá þetta en ekki stjórnsýslan en náttúrulega það er Skipulagsstofnun sem að leiðir þetta áfram. En það er allavega mjög brýnt að fara að koma þessu máli áfram þannig að sé þá allavega hægt að halda málinu áfram einfaldlega vegna þess að við erum að reyna að vinna eftir settum reglum og það er ekki sveitarfélagið sem setur fyrirmæli fyrir ríkið og mér finnst öll merki allt benda til þess að ríkið sé svolítið fara að draga lappirnar í þessu máli. En einhverju fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? En þá er hér allavega bókun bara að Skipulagsstofnun beindi því til sveitarfélagsins að bíða með að auglýsa tillögu að aðalskipulagsbreytingu þar til tillaga viðauka við landsskipulagsstefnu hefur verið lögð fram til kynningar. Á 197. fundi sínum 15. október síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn að fara að beiðni Skipulagsstofnunar að bíða með auglýsingu skipulagstillögunnar þar til viðauki landsskipulagsstefnu liggur fyrir til kynningar. Sveitarstjórn Dalabyggðar lýsir áhyggjum af að kynning viðauka við landsskipulagsstefnu hefur dregist. Einhverjir sem vilja ræða þessa bókun? Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Jón Egill, greiðir þú atkvæði eftir móti? Annars samþykkur. Þá er hún samþykkt samhliða. Þá er hér næst dagskrárliður 11. Það er íþrótta- og tómstundastefna Dalabyggðar. Þetta mál var tekið fyrir á fundi fræðslunefndar 19. október síðastliðinn. Og það frestur til að skila inn athugasemdum við íþrótta- og tómstundastefnu rann 21. september síðastliðinn og það barst ein athugasemd og fræðslunefnd bara þakkaði fyrir innsendar ábendingar og vísaði síðan þá fyrir liggjandi drögum að íþrótta- og tómstundastefnu til sveitarstjórnar og drögin eru hér til umfjöllunar, einhverju sem vilja að ræða þau. Ákveðið sér engin ljós, þá er bara hér tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir liggjandi drög að íþrótta- og tómstundastefnu. Þau sem samþykki því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 12, það er ungmennaráð Dalabyggðar. Og þetta kemur frá fundi fræðslunefndar. En samkvæmt erindisbréfi ungmennaráðs þá er skipað nýtt ráð á hverju hausti. Og fræðslunefnd óskar eftir tilnefningum við ungmennaráð og það verður auglýst á heimasíðu Dalabyggðar. Nýtt ungmennaráð verður skipað í nóvember. Fræðslunefnd leggur til við sveitarstjórn í erindisbréfi ungmennaráðs verður breytt þannig að skipunartími fulltrúa í ungmennaráði verður 2 ár og skipað verður helming sæta árlega. Og með umræður í fræðslunefnd þá er þetta í raun og veru gert til þess að það verða ekki algjör skipti alltaf á fulltrúum í ungmennaráði þannig að það haldist einhver samfella í starfi ungmennaráðs. Hvers vilja ræða þessa tillögu? En þá er bara þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhliða.
Síðan kemur önnur tillaga frá fræðslunefnd og sem að er að sveitarstjórn, hún muni halda sveitarstjórnarfund unga fólksins núna í vetur. Einhverjum vilja ræða þessa tillögu. Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 13, það er íþrótt- og tómstundastyrkir til lágtekjuheimila vegna COVID-19. Og þetta er hefur verið tekið fyrir í fræðslunefnd og hjá byggðarráði og í fjáraukalögum fyrir árið 2020 sem er lög nr. 26/2020 og 36/2020 og afmarkaðar og tímabundnar ráðstafanir til að bregðast við áhrifum COVID-19 faraldursins var samþykkt 600 milljóna króna framlag til sveitarfélaga í því skyni að gera þeim kleift að veita styrki til tekjulágra heimila þannig að öll börn geti óháð efnahag stundað íþróttir og aðrar tómstundir. Og byggðarráð vísaði sem drög að reglum úthlutun sérstakra íþrótt- og tómstundastyrkja í Dalabyggð voru lögð fram og þessi drög hafa verið tekið fyrir hjá fræðslunefnd og fræðslunefnd hefur staðfest reglurnar og vísað þeim til sveitarstjórnar, þannig að þá er það sveitarstjórnar að staðfesta þessar reglur. Einhverjir sem vilja ræða þessi drög, fyrirliggjandi drög. Það kveðus fyrir engin hljóðs. Þá er bara þeir sem eru samþykkir því að staðfesta þessar reglur íþrótt- og tómstundastyrki gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 14, það er nafnabreyting úr Ljáskógarlandi í Vindheima. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og það er óskað eftir nafnabreyting á landeign úr Ljáskógarlandi í Vindheima og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við hið nýja nafn og samþykkir breytinguna. Og einhverjum sem vil ræða þessa tillögu. Og þá er bara þeir sem geta staðfest þessa tillögu gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 15, það er fyrirhuguð þorrablót, staða með tilliti til sóttvarna. Það er ekki rétt að Einar Jón sem óskaði eftir málinu á dagskrá taki til máls. Takk fyrir, oddviti, ágætu fundamenn. Ég ætla nú kannski bara að hafa þetta stutt. Ég er kannski málið skylt það sem ég er í nefndinni hérna í Búðardal og núna eru 70 dagar cirka í þorrablót sem er náttúrulega fyrsta þorrablótið. Mér langar í raun bara svona að velta þessu upp í ljósi þess að það sem við erum að ganga í gegnum og það er svona spurning. Þetta hefur nú verið rætt aðeins í nefndinni hjá okkur og við kannski höfum verið að bíða svona eftir einhvers konar viðbrögðum frá stjórnvöldum eða einhverjum en mér sem sveitarstjórnarmanni þá kannski langar mér bara sem innlegginn í þessu umræðu kannski svona bara að hvetja forsvarsmenn aðila þorrablótanna sem eru bæði ungmennafélög og einhverjar minni nefndir og svona og þá nefndirnar kannski til þess að koma sér saman einhverja ákvörðun. Maður sér einhvern veginn ekki að þetta gangi upp að þessu sinni þó það verið búið að rýmka reglugerðir og annað þá bjóða þessi hús bara ekki upp á þessar fjarlægðartakmarkanir og þessi kannski bara þarft aðeins að fara að ræða þetta svo þetta kannski verði ekki þannig að einhver nefnd lendi út í horni með að taka einhverja ákvörðun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Einar. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Ég skal bæta við þetta að ég held að það sé bara rétt að allar þorrablótsnefndir taki þetta til skoðunar en það verður kannski bara mín tillaga að við myndum vísa málunum til byggðarráðs og það kannski ræði máli frekar til þess að það vil senda út einhverja sérstaka áskorun til þorrablótsnefnda eða gera einhverja sérstaka bókun varðandi þetta. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu. Það er þeir sem eru samþykkir því að við vísum þessu máli áfram til byggðarráðs gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er hér næst dagskrárliður 16, það er samningur eldhúsrekstur. Það liggja hér fyrir drög
að samningi við Dalakot rekstur eldhús á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Silfurtúni. Og hér eru drög að bókun eða bara liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykki drög að samningi við Dalakot EHF rekstur eldhús á Silfurtúni og sveitarstjóra falið að ganga frá samningnum samkvæmt þessum drögum. Einhverjir vilja ræða þessa bókun? Ragnheiður, gjörðu svo vel. Takk. Ég ætlaði bara að bæta við að áður en var farið í að vinna þennan samning að þá var unnið fyrir okkur úttekt á því hver yrði munurinn á kostnaði að fá svona aðila til þess að sjá þetta eða gera þetta sjálf á Silfurtúni og það kemur svona nokkurn veginn út á pari og okkur í stjórninni fannst bara rétt að létta þessu af hjúkrunarforstjóra, hún hefur nóg annað að gera líka. Þannig að okkur fannst þetta koma betur út, fyrst að kostnaðurinn var sá sami. Ég vildi bara bæta þessu við. Takk fyrir þetta Ragnheiður. Fleiri sem vilja taka til máls? Það býður enginn orðið. Þá bara þeir sem eru samþykkir þessari tillögu að sveitarstjóra eru falið að ganga frá samningi samkvæmt þessum drögum rekstur eldhús á Silfurtúni, gefur merki. Það samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 18, það Ægisbraut 2. En það hefur borist tilboð í eignina og var tekið fyrir í byggðaráði. Og þá hér bara tillaga að samþykkt að gera gagntilboð í samræmi við trúnaðarbókun byggðaráðs frá 9. nóvember síðastliðinn. Einhverjir vilja ræða það sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 19, það fræðslunefnd Dalabyggðar. Oddviti, ég hef fyrir að það dagskrárliður 17, hann gleymdist. Já, ég hljóp yfir eitt dagskrárlið, afsakið mig. Þá tökum við fyrir næst dagskrárlið 17, það Laugar í Sælingsdalsstað og framtíð. Og það hefur borist fyrirspurn leigu á laugum í vetur. Bara rétt að Kristján sveitarstjóri reki þetta mál svona lauslega. Já, oddviti og oddviti fundarmenn, það aðili sem hefur verið að skoða laugar og velta fyrir sér þar í dálítið langan tíma, með ýmsar hugmyndir starfsemi þar og mögulega til framtíðar, en hefur óskað eftir því að fá hótelhlutann og skólann á leigu fram á vor til þess að vera þar með starfsemi þar sem yrði tekið á móti í hópum. Þetta þá svona ýmis heilsutengt starfsemi og síðan að það liggi þá fyrir þann tíma, við fórum að tala raunverulega í febrúar eða mars, hvort og hvernig þá framhald mögulega gæti orðið á þeirri starfsemi. Þetta við erum búin að fjalla þetta í stjórn Dalagistingar og við erum búin að eiga fund með þessum aðilum, einn tímsfund, og það greinlegt að þarna mikil áhugi á að prófa þetta, en við vitum náttúrulega að það akkurat núna kannski ekki rosalega mikil trafík sem hægt að búast við, en það áhugi á því að ef að þessu gæti orðið að byrja þá strax í desember, og þess vegna til þess að geta þá unnið áfram á málinu til þess að skoða hvort að þetta geti orðið, þá myndi ég leggja til að þau eru vísað til byggðaráðs sem myndi þá vinna að málinu áfram og gæti þá gengið frá
mögulega ef að virði leigusamningi fyrir hönd Dalabyggðar en síðan þarf Dalagisting auðvitað að vera inn í þessu líka og það þarf þá að semja leigu upphæðir og þess háttar en hugmynd þessara aðila að leigja þetta þannig að leigan verði ákveðið hlutfall af tekjum en það auðvitað eitthvað sem að þarf bara að ræða og útfæra ef að þessu yrði. Takk fyrir þetta Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu að byggðarráð haldi áfram að fjalla málið. Takið það til afgreiðslu, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Við erum búið með dagskrálið 18, ég tók hann hérna á undan. Þá er næst fundargerðir til samþykktar. Það er fyrst fundargerð fræðslunefndar, fundur númer 99. Einhverjum vilja ræða þá fundargerð sérstaklega. Einar, gjörðu svo vel. Eða ertu bara að samþykkja strax? Nei, ég ætlaði að fá að segja Gjörðu svo vel. Það eru oddviti ágætu fundamenn. Mér langaði bara varðandi dagskrálið númer 5. Það sem er sem sagt niðurstöður könnunar sem var lögð fyrir foreldra barna á efsta stigi í grunnskólanum varðandi framhaldsskóladeild sem er bara flott framtak. Ég held að geti verið líka mjög forvitnilegt inn í þessu umræðu að sem sagt spurja krakkana á elsta stigi hvar þeirra hugur liggur varðandi nám á framhaldsskólastigi, hvort að þeir sjá fyrir sér að myndu vilja nýta þetta þó að sjálfsögður börn ábyrgð alveg fram til 18 ára. Það geti bara verið áhugaverður vinkill inn í alla þessa umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Til dæmis alveg kjörið að þetta sé mál á dagskrá á sveitarstjórnarfundi unga fólksins sem að verður haldinn í vetur. En fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykki fundargerð gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð stjórnar Silfurtúns, fundur númer 38. Einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 21. Það er fundargerð félagsmálanefndar Dalabyggðar, fundur númer 57. Einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð byggðarráðs, fundur númer 257. Einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 23, það er byggðarráð Dalabyggðar, það er fundur 258, einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð. Biður enginn orðið þeir sem geta staðfest fundargerðina gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er næst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, einhverjum sem vilja ræða þá fundargerð. Biður enginn orðið þeir sem geta staðfest fundargerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru næst mál til kynningar, eða fundargerðir til kynningar. Það er fundargerð Brunavarna, Dala, Reykhóla og Stranda byggðasamlags. Þetta er fundargerð ársfundar sem er lögð þarna fram. Einhver sem vill ræða hana. Biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 26. Það er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er fundargerð stjórnar frá 16. október og 30. október. Einhver sem vill ræða þær. Það biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 27. Það er Dalaveitur, stjórnarfundur, fundargerð frá stjórnarfundi 29. október. Einhver sem vill ræða hana. Biður enginn orðið.
Þá næst dagskrárliður 29, það fundargerð stjórnar Bakkakvans HSES. Og það fundargerð stjórnar frá 11. nóvember eða frá því í gær. Einhverjum vill ræða hana? Það biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 30, það fundur Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það ársskýrsla 2000. Ég gæti vel að ég hafi mistað en fundargerð dalagistingar, var hún? Nei, ég í því að hlaupa yfir mál. Þá skulum við taka fundargerð dalagistingar, það fundargerð stjórnar frá 10. nóvember. Svo vil ræða hana. Það biður enginn orðið. Ég hljóp yfir þetta vegna þess að ég las bara Dalavetur og Dalagisting, sko. Þetta er Dala. Það er of mikið Dala þarna. Ég held ég væri komin yfir línuna. Þá dagskrárliður 30, það er fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það er ársskýrsla 2019 og fundargerð aðalfundar 2020 og heilbrigðisnefndar 27. maí og 16. júlí. Einhverjir vilja ræða þessi gögn, skýrslur og fundargerðir. Það biður enginn orðið. Þá er það fundarbóð landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 32, það er iðnaðarsvæðið við Iðjubraut. Fornleifaskráning hefur farið fram og verður deiliskipulagið því auglýst. Einhverjir vilja ræða þetta. Þá er dagskrárliður 33, það er haustþing SSVAF. Það er fundargerð og ályktanir frá haustþingi lagðar fram. Einhverjir vilja ræða það. Þá er dagskrárliður 34, það er mál frá Alþingi til umsagnar. Það eru hér nokkur lagafrumvörp sem að liggja fyrir. Einhverjir vilja ræða þau. Það biður enginn orðið. Þá er hér dagskrárliður 35, það er breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers í Sólhólmum. Það er svo sem ekkert erindi en við getum bara tekið undir bókunina frá því áðan að við lýsum yfir áhyggjum af því að kynning viðauka við landsskipulagsstefnu hefur dregist. Við má samþykkja þessa bókun hérna, Kristján. Já, það var rétt að gera það. Þeir sem samþykkir þessari bókun, gefur merki. Við samþykkt samhliða. Síðan er handbók vinnusmiðjur og virkt samráð. Einhverjir vilja ræða það. Síðan er minnisblað viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Einhverjir vilja ræða það. Síðan er dagskrárliður 38, það er tilkynning niðurfellingu Ormsstaðavegar af héraðsvegaskrá. Einhverjir vilja ræða það. Síðan er dagskrárliður 39, það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð og það liggur hér fyrir minnisblað. Við erum enginn orðið, þá er dagskrárliður 40, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining, liggur hér fyrir minnisblað. Við erum enginn orðið, þá er dagskrárliður 41, það er strandverðir Ísland, hreinsun strandlengju Íslands. En þetta hefur verið tekið fyrir og fundið umhverfis skipulagsnefndar og það sem að umhverfis skipulagsnefnd þakkar fyrir erindið en tekur undir sjónarmið sveitarstjóra Dalabyggðar að verkefni rúmist ekki innan fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Einhverjir vilja ræða þetta. Kristján, gjörðu svo vel. Já, 80 fundarmenn, þetta er rétt að því að nefndin ákvað að vísa í mig. Þetta var svona samtal sem að ég hafði átt við formann nefndarinnar en ég var að segja honum frá samskiptum sem að ég hafði átt við veraldarvini að því að þetta erindi kom frekar seint inn, bara rétt fyrir fundinn og þá þetta er verkefni sem á að vinnast á næstu 5 árum og við á þeim tímapunkti að vera búin með fjárhagsáætlun í þröngum ramma eins og við ræddum fyrst á fundinum
og ég var samt búinn að láta velta við vita að ég teldi ólíklegt að þessu gæti orðið á næsta ári en það yrði þá bara að taka þetta til umræðu á þá sem sagt næsta haust með tillit til ársins 2022 og já, nefndin hefur bara verið sammála þeirri skoðun. Takk fyrir þetta, Kristján. Síðan þá síðasta mál á dagskrá, það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir fundargerðum minnisblaðum störf sveitarstjóra frá síðasta fundi. Það biður enginn orðið. Þá er dagskrá fundarins tæmd og við gerum stoppum upptöku og yfirförum fundargerð. En áður en við stoppum upptöku þá vil ég láta þess getið að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 5. 10. desember næstkomandi. Þá bara býð ég eftir merki frá fundarritara að upptaka sé búin.